Ef að n er fjöldi horna, til dæmis ef að n er 4, ef við erum með fyrirhyrning, og þá getum við fundið hornasummuna með því að segja n mínus 2 sinnum 180. Þannig fyrirhyrningi þá er það 4 mínus 2, sem er 2, sinnum 180, að þá er hornasumman 360 gráður. Ef við viljum síðan vita hversu stórt hvert horn er, þá þurfum við að taka þessa hornasummu og deila með fjölda hornanna. Þannig að 360 gráður deilt með 4 segir okkur að hvert horn í fyrirhyrningi reglulegum er 90 gráður. Þannig að við tökum hornasummuna og deilum með fjölda horna til þess að fá stærðina á hverju horni fyrir sig. En nú erum við með stærðina gefna. Það er í rauninni gefið að hvert horn er 147,27 gráður. Þannig að hér er búin að taka hornasummuna og deila með fjölda horna og þá fæ ég út að hvert horn er af þessari stærð. Það er gefið, við eigum að finna út hvernig marghyrningur þetta er. Og svo leysum við jöfnuna og alltaf þegar að breytan er undir striki, að þá byrjum við á því að losa okkur við það. Margföldum báðar hliðar með n og þá dettur n-ið út hérna. Þannig að þá er þetta komið svona núna bara í eina línu. Hér. n minus 2 sinnum 180 er 147,27 n. Þetta er margföldunarmerki hérna á milli. Næst margfölda ég hérna inn í þennan sviga n sinnum 180, 180 n og svo mínus 2 sinnum 180, 360. Svo í næsta skrefi að þá vil ég fá öll n-in vinstra megin, þannig ég segi mínus 147,27 n á báðar hliðar og í sama skrefi að þá segi ég pluss 360. Þetta út hérna og þetta hérna og þá erum við komin hingað. 180 n mínus 147,27 n, það eru 32,73 n og þá er bara eftir síðasta skrefið að deila með 32,73. Þá fáum við út að n er það bil 10,999. Það er að segja að það er 11 hyrningur sem hefur sérhvert horn af stærðinni 147,27 gráður.